Við ætlum að halda áfram að fjalla góð og holl ráð við rekstur heimilisins og erum hér hjá Kristínu Aðalsteinsdóttur í Aðalstræti 52 og nú ætlum við að beina sjónum okkar að frosnu grænmeti og grænmetisréttum. En mér langar samt að byrja þig, Kristín, að spyrja þig út í þessa kæfu sem hreinlega æpir á mig og svo góð lyktin af henni. Viltu segja mér aðeins hana? Já, þú ert að smakka hana. Þetta er kjúklingalifrapati sem að er þannig gert, já, að ég mýki á pönnu lauk og hvítlauk og og síðan steiki ég kjúklingalifur á pönnu og passa að hún sé alveg mjög vel þétt, steikt niður í Hagkaup. Þú fær kjúklingalifur í Hagkaup, já. Og svo setji ég þetta í blandara og með smjöri, cirka 100 grammum og þeyta þetta saman og þá er þetta komið. Þetta er svona, tekur 7 mínútur. Ekki eins og ég ímyndaði mér að þetta væri svona það er bara að passa að lifrin sé vel steikt í gegn. Já. En þetta er alveg dásamlega gott, finnst mér. Já, og ég tók þetta upp úr einhverju franskri kokkabók og gerði þetta fyrir jólin og hér fannst öllum þetta mjög gott. Mjög gott. Og kostar sennilega ekki mikið þannig? Er lifrin dýr? Nei. Ég bara veit það ekki. En þetta er allavega mjög gott. En maður getur keypt svona örlitla dósir með franskri lifrakefu, kjúklingalifrakefu sem kostar morðfé og það var mjög mikið úr þessu. Já. En fyrir framan okkur erum við með mikið af frosnu grænmeti. Þú ræktar eitthvað og kaupir annað, eða hvað? Já, ég rækta gulrætur og ég rækta grænkál og granslauk og fleira. En ég kaupi annars flokks papriku á haustin og kannski oftar og fristi hana og mér reiknast að ég kaupi kílóið á einhverju verði sem er álíka lágt og 1 paprika í búð yfir veturinn. Já. Og ég nota paprikuna í ótal rétti eins og augljóst er. En til dæmis er hægt að gera mjög góða paprikusúpu og það getur hver sem er bara flett upp á því á netinu sem er byggist upp á því að maður grilli paprikunar og mikið síðan lauk og setji svona eitt og annað saman við og það er bara að flett upp paprikusúpu, þá fær maður uppskriftina. Já. Nú ég kaupi sellerirót af því ég nota hana í margt og fristi. Sellerirót er dálítið stór og maður notar hann ekkert það oft að það er bara mjög sniðugt að eiga þetta í fristi. Grænkálið rækta ég sjálf og það þolir nú ekki að vera hér mikið lengur. Nei. En það sem sagt bara sker ég niður í búta, í smátt og á alltaf og set út í allt milli himins og jarðar. Já, hvernig setur það í búst eða þannig? Já, ég gerir það. Já. Og ég á einmitt inn í ískap núna með grænkáli, svona grænan drykk. Og ég set þetta út í náttúrulega alls konar kjötrétti sem eða pottrétti. En salat sem þolir það að vera fryst? Salat? Já, þetta er grænkál. Já, það þolir það. Já, en ekki kannski annað. Nei. En þetta þolir það alveg prýðilega. Já. Svo líka þetta steikið bara pönnu, setja svolítið af ediki og örlítið sinnep og sykur og þá er það kannski orðið besta meðlæti. Þannig að það er mjög margt hægt að gera með því. En það sem ég gerir kannski fyrst og fremst þá er það þessi gulrótarsúpa sem öllum finnst alveg óskaplega góð. Já. Og þá kaupi ég kannski til viðbótar því sem ég rækta sjálf. Til dæmis í haust þá keypti ég 10 kíló af gulrótum og ég bý til svona þykkni, gulrótaþykkni sem ég seti í svona poka og fer ekkert mjög mikið fyrir þessu. En í þessu gulrótarsúpa fyrir 6. Já, býtu þykkni, hvað gerur? Og ég ætla að segja þér hvað ég gerir. Ég verð svo áköf sko, því mér finnst þetta svo spennandi. Nei, ég mýki lauk og engifer. Á pönnu? Á pönnu, eða í potti. Já.
Og síðan ég búin að hreinsa gulræturnar og skera það niður og mikið þær með og síð þetta allt saman, sett eitt tening. Já, grænmetiskraft. Já. Og salt og pipar og vatnið set ég svo í þegar ég þinn þetta, sem sagt. Í pottinu. Og það alveg ótrúlega þægilegt að eiga þetta í frysti. Já. Og þetta fyrir 6 manns. Og sumir segja að matur verði verri þegar maður tekur hann frysti. Ég ósammála því. Þetta bara alveg hreint eins og þetta bara mjög ferskt og fínt. Og úr þessu gerir súpu, það svo hægt að gera allt mögulegt við gulrótarsúpuna, bæti í hana því sem maður vill. Já, nei, hún bara mjög góð eins og hún Engiferbragðið kemur svo vel í gegn og verst ekki gefið þér að smakka, María mín. Það verður seinna. Já, en semst að þetta bara matur sem til í frystikistunni og gott að ganga að og sparar ótrúlegan tíma. Það ekki að eiga svolítið stóra kistu eða frysti? Jú, ég á það sko. Já. Og það borgar sig áreiðanlega. En stór hluti útgjalda heimilisins einmitt rafmagnsreikningar. Áttu einhver góð ráð handa okkur í því? Ég veit það ekki. Ef við erum með þvottavél þá óþarfi að þvo á 2 tíma prógrami. Það alveg nú að þvo á 30 mínútna. Ég búin að sjá það. Þurrkaran nota ég lítið, eiginlega ekki neitt. Og svo bara held ég að skipti máli að vera ekki alltaf með ljós út allt og hugsa út í rafmagnsnotkunina. Við sjáum ekki rafmagnið, en við þurfum að velta því fyrir okkur hvernig við notum það. Við ætlum að stoppa hér í bili og ætlum að fá fleiri ráð frá Kristínu næsta þriðjudag. Fylgist með okkur og það allt hægt að sjá okkur inn á n4.is.